Alveg frá upphafi ritningarinnar sagt frá leit Guðs að manninum. Hvar ertu, hrópar Guð í aldingarðinum. Eftir að Adam og Eva eru búin að svona fela sig fyrir honum, töldu hann kannski illgjarnan og ósanngjarnan og fóru sína eigin leið. Fólki fór þangað, tilbað sína eigin skurg og síða meir en Guð reynir að ná til fólksins. Fyrst þar, síðan lesum við alltaf í ritningunni fleiri og fleiri sögur sem fjalla svipað. Við lesum Abraham og fjölskyldu hans. Guð kemur til hans og segir, ég skal vera ykkar Guð, verið þið mitt fólk. Þið munu vera blessun og allar þjóðir munu sjá kærleika minn í ykkur og þið munu vera blessuð og margfaldast eins og sandur á sjávarströndu. Þau munu verða heil þjóð. Eftir að hafa verið í Egyptalandi í langan tíma var þjóð hans, eða fjölskylda hans orðin að heilli þjóð. Og síðan lesum við hvernig Guð leiðir þau úr ánauð yfir í nýtt land. Gerum alls konar hættur hann þeim nærri og stendur við loforð sín. Og síðan þegar þau eru komin í nýtt land þeim boðið að vera ljós þjóðanna á þessu landi. Að endurspegla kærleika Guðs og kenna fólki hver hann er. Það einmitt í gegnum þau, í gegnum fólk sem að Guð að reyna að ná til mannsins. En þegar við lesum Gamla testamenti sem fjallar að mestu leyti þetta, þá sér maður hvernig það verður aldrei neitt uppfylling á þessu beint. Þjóðin hefur sína góðu punkta og lágu punkta og háu punkta en rosalega mikið oft lágt. Og í lokin á Gamla testamentinu, áður en að verður svona bil á milli testamentana, þá endaði eiginlega bara sem alveg spilt og nágrannar þjóðunar, eiginlega bara einn spiltasta þjóðun á svæðinu, samkvæmt sumum spámennunum. Og þeir lenda aftur í ánauð, en Guð þeim nærri og hann mun ná til heimsins. Síðan kemur þetta furðulega nokkur 100 ára bil á milli testamentana tveggja og við höfum Guðspjöllin sem að byrja á segja söguna af Jesú. Guð verður maður og kemur á jörðu meðal okkar í persónu Jesú Krists. Og í Jesú sést hver Guð það sem að Ísraelsmenn áttu að birta, það sem að Abraham var kallaður, það sem Guð var alltaf að leitast til að sýna af sínu fólki hver hann í raun væri. En í Jesú sést hver Guð hann hinn betri birtingamynd af kærleika Guðs eins og það kallað í Nýja testamentinu. En alveg eins og áður Guð ekki að þröngva sér upp á neinn, eins og við sjáum í Gamla testamentinu. Alveg eins hér virðir hann valfrelsi og leggur bara fram hinn betri veg. Í Jóhannesar Guðspjalli, 1. kapitula, þá segir einmitt í 9. versi: Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn þegar Jesú kom. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tók ekkert við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir og ekki af holdsvilja né mannsvilja, heldur af Guði fæddir. Þeirra val að brúa þennan aðskilnað milli Guðs og manna. En jafnvel fólk hans tók ekki á móti honum. Ritningin sjálf, þegar þú lest hana frá svona í heild, þá segir hún og virðist útskýra það þannig að það sé syndin sem var aðskilnað milli Guðs og manna. Einnig segir hún að allir menn hafi syndgað, sem útskýringin á því af hverju það aðskilnaður á milli allra einstaklinga og Guðs. Það sé eitthvað brosti þar á milli. En hún segir líka að Guð hafi í Kristi brúað bilið milli Guðs og manna. En aðeins fyrir þá sem að vilja taka við því. Og aðskilnaðurinn því þannig séð mannanna val þegar þú hefur fengið tækifæri til þess að læra og kynnast Kristi. Þrátt fyrir að það sé mannsins val að vera aðskildur eða ekki Guði, þá gefst hann ekki upp. Öll ritningin saga Guð sem að reyna að ná til fólksins. Margar sögunar í ritningunni eru fallega leksíur náð og hvernig það virkar, en aðra segja svona sorgarsögu afleiðingar syndanar og aðskilnaðins frá Guði.
en rödd Guðs hljómar sífellt í baksvið flestra sagnanna. Svo við lásum í Jeremía þegar þeir eru á miklum svona neðarlega í sögu sinni að fara í útlegð Ísraelsmenn, þar sem að Guð segir, ég get ekki verið með mína verndarhund á okkur lengur eða hafi enga löngun á því. Hann segir, með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mína haldast við þig. Jesús segir sjálfur í Mattheusar guðspjalli, Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og gríti þá sem eru sendið til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér, en þið vildu það ekki. Myndin sem að birtist eiginlega upp eins og Guð sem foreldri, sem aðskilið frá barni sínu, sem þráir ekkert heitar en að barni komi aftur heim. Og þrátt fyrir aðskilnaðinn milli Guðs og manna birtist í því að maðurinn sé ófullkominn og syndur og þoli ekki dýrð drottinn, sem eins og bara ritningin í sig sem eiginlega bara brennandi eldur og brennur upp syndina. Hann hefur brúað bilið og borgað fyrir misgjörðir mannanna og býður þeim það ókeypis. Við lesum í Efesusbréfi, 2. kafla, 1. versi og áfram. Þið voru eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og synda, sem þið lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Áfram í 4. versi. En Guð auðugur af miskunn og af mikilli elsku sinni sem hann gaf okkur, hefur hann endurlífgað okkur með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða okkar. Af náð eru þið hólpin orðin. Guð hefur uppvakið okkur í Kristi Jesú og búið okkur stað í himinhæðum með honum. Og þannig vildi hann á komandi öldum sýna hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesú. Því að af náð eru þér hólpin orðin fyrir trú, það ekki eitthvað að þakka, það Guðs gjöf. Svo það einmitt náð eða ókeypis, því það ekkert sem maðurinn getur gert til þess að eiga það skilið. En Guð hefur brúað bilið og gert manninum fært að sættast við Guð og aftur mannsins vala samþykkja eða eður eið. Svo ef það fyrir Krist sem að Guð dregur mannsins til sín, hvernig það? Jú, með lífi, dauða og upprisu Jesú Krists veitti Guð allt það sem að þarf fyrir friðþægingu mannsins. En allir 3 hlutar skipta máli. Ræðutitillinn í dag líf Krists, dauði hans og upprisa. Þetta ég hef svona gennum þetta ár verið að fara oft í gennum svona kennisetningar og það ein sem svona frekar stór og fjallar þetta. En af hverju við ætlum að reyna að stökkva svona á stóru í þessum hlutum hér. Svo vil ég hvort ég fá þetta. Já. Ég skal ekki lesa þetta allt saman núna, en þetta hana, hvað það þýðir fyrir okkur, við skulum stikla eins og stóru í lífi Krists. Kristur, samkvæmt ritningunni, lifði syndlausu lífi, Guð sem maður, en hann var samt krossfestur og lét sitt líf. En það sem máttur syndarinnar átti ekkert í honum, og réttlæt laun hans voru ekki dauði, samkvæmt ritningunni, gat gröfin ekkert haldið honum aftur. Ef við meðtökum Krist, segir ritningin, sem frelsar okkar, hylur líf hans okkar syndir og það réttlæti hans tilreiknað okkur, hvað þýðir það eiginlega? Jú, frammi fyrir Guði stend ég ekki sem syndari heldur sem fullkominn og frelsaður, því í stað þess að sjá allt eitthvað sem ég hef gert, þá sést bara það góða sem að Kristur hefur gert. Það það sem átt við með því. En ef hann hefði ekki lifað sem slíkur, væri ekki þessi leið að Guði föður til staðar. Líf hans líka módel og fyrirmynd hvernig við getum lifað, sem einkenndist af fullkomnri hlýðni við vilja Guðs. Við lesum í Filippibréfinu þekktan texta í 2. kafla. Verið með sama hugafar og Kristur. Ef nokkur smá sín uppkvætning í nafni Krists, ef kærleiks ávarp, ef samfélag andans, ef ástúð og meðengun má sín nokkurs, þá gjörir gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál.
Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugafari og Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessum fengsinn að vera Guði líkur, heldur svipti hann sig öllu, tók á sig þjónmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið hann nafnið sem hverjum nafnið er æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottins. Okkur er boðið einmitt að hafa sama hugarfar og Jesú Kristur. Og það löngun vonandi sérhvers Kristus manns að líkja honum í fyrirmynd sem við lesum hér, í lítillæti og hugsa meira aðra en sjálf okkur og að eins og bara þá þjóns ímynd sem við höfum á þess sem hann gerði. Og það er aðeins í gegnum þjónustuna og sjálfsfórnina sem hann er síðan hátt upp hafinn, en oft vill maður vera hátt upp hafinn án þess að lúta niður fyrst, eins og við lesum hér. Ef við segjum að það eina sem skiptir máli er líf Krist, krossdauðans og upprísan, þetta er bara eitthvað bull sem einhver bætti við, og við segjum það skiptir bara máli fyrir okkur að pæla í lífi Krist og það sem hann kendi. Þá náttúrulega dó hann ekkert fyrir syndin eins mann, heldur var hann bara góð fyrirmynd og líf hans skiptir máli en ekkert annað. Hann er engin staðgengill og krossdauðin sýnir bara kærleika en er ónauðsynleg til frelsunar, og restin af bréfunum í Nýja testamentinu eru bara einhver megin að fara út í einhverja vitleysu með að reyna að vera að setja eitthvað sérstakar skilning í dauða Krists. Þannig að það myndi vera, það er kannski svona vinsæll að segja að hann sé kannski bara svona fallegur póstuli en dauðans hafi enga merkingu per se fyrir okkur. En skulum aðeins sjá. Í ritningunni í 1. Korinthubréfi, ég er aðeins svona flakka hérna í Nýja testamentinu, í 1. Korinthubréfi 15. kafla 3. til 5. vers, þá segir, ég skal bara byrja í 1. versi. Ég minn ykkur, bræður og systur, á fagnaðarerindi það sem ég boðaði ykkur, sem þið veittu viðtöku og þið einnig standi stöðugt í. Fyrir það fagnaðarerindið verðið þér á hólpnir ef þið haldið fast við orðið. Fagnaðarerindi sem ég boðaði ykkur og hafið ekki ófyrirsynju trúna tekið. Því að það kendi ég yður fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið. Og hvað er það sem hann kendi fyrst og fremst? Að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn og hann reis upp á 3. degi samkvæmt ritningunum, og hann birtist Kefasi og síðan þeim 12. Og því næst birtist það meir 500 bræðrum í einu, sem flestir eru á lífi allt til þessa, en nokkur eru reyndar sofnaðir eða dánir. Og síðan birtist hann Jakobi og því næst postulunum öllum. Þegar Páll var að predika, þá segir hann fyrst og fremst kendi ég það sem að Kristur kendi, en líka hvað það þýðir og hvernig hann uppfyllti ritningana, hvernig hann dó samkvæmt ritningunum, hvernig hann reis upp frá dauðunum samkvæmt ritningunum, og er þá náttúrulega að vísa til Gamla testamentisins, hvernig það er uppfyllingin á þeim sem að við höfum beðið eftir. Messiasi, leið Guðs til þess að sætta heiminn við sig. Í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla 7. versi, þá segir hann Jóhannes postulið svona: Þið elskaðir elskum hver annað, því að kærleikurinn er frá Guði kominn, og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Svo sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Og í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að við skyldum lifa fyrir hann. Og þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til þess að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskaði, fyrst að Guð hefur svo elskað okkur, þá ber einnig okkur að elska hver annan. Svo það segir að hann hafi verið í kærleikur Guðs hafi birst í þessu, að hann hafi sendt einkason sinn í heiminn til að við skyldum lifa,
og að hann hafi sent hann til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Og ef við pælum aðeins í orðinu friðþæging, þetta kannski auðveldara á annað ensku þegar mann tala atonement, það segja stundum sko at one ment, það sem að tveir hittast, tveir sem eru aðskildir ná sáttum. Það sem sagt bara friðþægt fyrir eitthvað sem ósætti á milli. Og ef það talað það sko sem friðþæging fyrir mannin, fyrir samband hans við Guðs, þá þess vegna nota orðið staðgengill til þess að sætta, til þess að friðþægja, til þess að umskapa fyrir okkur. Og ef hann hefði ekki dáið, þá hefði gjaldið ekki verið borgað fyrir okkur. En við lesum aðeins til þess að sjá betur hvað hann á við, förum þá í 2. Korinthubréf 5. kafla. Þetta kannski meira bara svona biblíureksía heldur en ræða hérna, við erum að stökkva svona á milli. 2. Korinthubréf 5. kafli, 17. til 21. vers. Ef einhver í Kristi hann skapaður á ný, hið gamla varð að engu, sjá nýtt orðið til. Allt frá Guði sem sætti oss við sig fyrir Krist og gaf okkur þjónustu sáttagjörðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilrengaði þeim ekki afbrot þeirra og fól okkur að boða orð sáttagjörðarinnar. Því erum við erindreka Krists eins og það væri Guð sem ámennti þegar við ámennum og við biðjum í Krists stað, og þetta boðunin, látið sættast við Guð. Þann sem þekkt ekki synd, gjörðan synd vor vegna til þess að við skundum verða réttlæti Guðs í honum. Þannig að friðþægingin þessi sáttargjörð. Og ef við förum í Rómverjabréfið 3. kafla, ætla aðeins að fara þar aftur í að sjá sko og tengja friðþæginguna. Í 3. kafla 21. vers og áfram segir: Nú hefur réttlæti Guðs sem lögmálið og spámenninni vitnum verið opinberað án lögmáls. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Og hér engin greinamunur. Allir hafa syndgað og stortið Guðs dýrð og þeir, allir saman, réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðarlyndi sínu umborið þína áðurdrýgðu syndir til að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Og hver þá hrósunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Síðan segir hann við ályktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmáls. Ef við takið eftir orðinu sem hann notar þarna í 25. versi, Guð setti hann, það Jesú Krist, Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn. Og síðan stendur svona lítið a, og þá getur maður lesið svona fyrir neðan textan a. Gríska orðið hilasterion einnig notað lokið á sáttmálsörkinni eða náðarstólnum. Og samkvæmt 3. Mósebók 16. kafla var blóði fórnardýra stökkt á það á friðþægingadaginn, og hann sem sagt að útskýra með þessu að þá væri þessu uppfyllt, þessu fórnarkerfi í Gamla testamentinu. Það bara gaman að sjá þetta segja með sett hana neðan í. Þannig að Kristur sjálfur náðastóllinn, lok sáttmálsorkarinnar, þar sem að blóðinu var dreift á friðþægingardaginn sem að var táknmynd fyrir Krist, og það var einmitt á náðarsæti þar sem að dýrð Guðs var. Á lokinu yfir þar sem að brotnu boðarinn voru, þar sem að þú varst inn í hinu allra helgasta, að vísa það til hans sem og alla fórnunar, sérstaklega friðþægingardaginn, sem vísuðu bara til Krist sem uppfyllingar þessa fórnar. Það hér kallað, hér hann bara bókstaflega kallað með sama orð og við notaður þetta, að hann hafi verið þessi sáttarfórn. Ef þú tekur sem sagt dauða Krist og segir það friðþæging, það sáttagjörð, staðgengill, tekur á sig okkar synd,
Ef þú tekur hana bara ein og sér og pælir ekki í upprisunni og í lífi Krists og í heildarmyndinni, þá ertu kannski bara komið með einhverja svona refsigleði Guðs eða svona fókusa bara á þetta. Því að krossdauði Krist hefur svona aðeins merkingu í tengslum við líf og upprisunni hans. Því að allir menn deyja, ekki satt. En það ekki allir sem að lifa syndlausu lífi eins og hann gerir og rísa upp á ný. Þess vegna fer þetta allt saman og verður að tengjast þannig. Í frumkristninni var einmitt upprisan stórmál. Oft lögð meiri áhersla á hana virðist vera heldur en á og merkingu hennar heldur en krossdauða Krists. Því að upprisan hún það sem að boðar sigur yfir hinu illa. Yfir hinu illa sem að við berjumst við og þreytum og þekkjum allt og vel í okkar lífsgöngu. Í Kólossubréfinu, 3. kafla, þá orðar Páll postuli þetta svona. Látið, byrjum með 13. versi. Öðrum kafla. Þið voru dauðir sókum afbrota ykkar og umskurðarleysis hjartans, en Guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öllum afbrotin og hann afmáði skuldabréfið og þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla því á krossin og hann fletti vopnum tignarinnar og völdin leiddi þau opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir því í Kristi. Í mætti upprisu Krists get ég kannski einmitt gert það sem að hann boðar mér. Allt sem ég mæti, öll mótlæti, allt illt, ég get tekist á við það og sigrað í mætti Jesú Krists og upprisu hans. Því að upprisa hans gefur okkur líka síðan von hvað gerast muni. Lofar það sem að verða muni ef við tökum við honum sem lausnagjaldi okkar. Svo við lesum í 1. Korinthubréfi 15. kafla aftur en 20. versi. Þar segir 1. Korinthubréfi 15:20 En nú Kristur upprisinn frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru, því að þar dauðinn kom fyrir mann, þá kemur og upprisa dauðra fyrir einn mann. Því að eins og allir deyja fyrir sambandsriti Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. Ef hann hefði ekki risið upp, þá hefði kannski ekki verið mikil von hið eilífa líf, þannig að fyrirgefning syndanna og hvað hefði verið það góða sem að kom út úr því. Sátt hér í þessu lífi, oft kannski bara síðla ævinni, en kannski aðal ávöxtur þess að það gefur okkur vonum fleiri tækifæri til þess að geta lifað í sátt og í samfélagi við Guð auglits til auglits. Ef við hefðum bara og værum að segja og fókusa bara á upprisu Krists, það ekki hægt, því að þú þarft að lifa og deyja til þess að rísa upp á nýtt. En án upprisu þetta bara kenning og hugmynd, engan styrk að finna í frelsaranum, enga reynslu að hafa með honum, af því að hann væri bara dáinn frelsari sem að gæti ekki gert neitt fyrir því hér og nú. Jú, hann dó og það var kærleiksverk, en hann hefur engan kraft eða mátt eða tækifæri til þess að gera eitthvað hér og nú. En Kristur hinn lifandi Guð. Svo ef við sjáum þetta, líf, dauði og upprisa Krists, hvað það okkur? Hlýtur að vera meira en bara ein kennisetning í bók. Lifandi frelsari sem kennir okkur að lifa, sem fær að vera leiðtogi lífs okkar ef við gefumst honum, sem styrkir okkur í lífinu til þess að mæta því hverju sem sem að fyrirgefur okkur og umbreytir okkur og hjálpar okkur að sjá kannski hver við erum, að við getum gefist honum og litið í speilin og reynda að taka dag hvern í senn til þess að lifa með honum í lífi helgunar og breytileika. Og hann kennir okkur, líka kannski að taka fyrirgefningunni og að veita henni mætti hans. Styrkur í lífinu til þess að mæta hverju sem vinur og styrkur til þess að takast á við hvert sem
Ég skil ykkur bara eftir með þessa setningu. Hvað er Jesú þér, hans líf, hans dauði og upprisa? Skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir Jesú Krist. Við biðjum að, fyrir okkur sem að tilheyrum þér, fyrir okkur sem að höfum gefist þér og erum kannski að pæla í því, að við megum upplifa hvað það er að hafa þig sem frelsar í alvörunni, að hafa þig sem leiðtogi í okkar lífi. Við biðjum fyrir okkur sem söfnum líka hvernig það væri og hvernig það er ef við leyfum þér að vera þungamiðjan í öllu okkar kennslu, í öllu okkar bara pælingum og boðun og hverju sem er. Jesú Kristur, líf hans, dauði og hans upprisa, máttur fyrir það í okkar lífi. Kæri Faðir, ég veit að oft í lífi kristna og safnarins þá fer fókusun á okkur allt annað en ég bið fyrir okkur, Faðir. Við megum ekki missa augun af þér í öllu því sem við tökumst á í hendur. Við biðjum þín heilaga anda einmitt að koma til þess að hann megi heimfæra það og minna okkur á það. Minna okkur á náð þín og kærleika þinn. Hjálpa okkur að endurspegla hana, hverju sem við gerum. Við þökkum þér fyrir náð þína sem undursamlega, óverðskuldu en kemur samt til okkar hverjum degi. Boð til sáttagjörðar. Faðir, við þökkum þér, biðjum í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við einmitt syngja lokasálminn.